Já, velkomin í sérstaka útgáfu af Rauðum raunveruleika. Í dag að fjalla nokkuð merkilegt og mikilvægt efni, en hann sestur hérna hjá mér, góðvinur minn og félagi, hann Kristinn Hannesson. Velkomin. Þakka fyrir. Aldrei þessu vant, þá erum við í stúdíó B hérna á Samstöðinni og það vegna þess að við erum að taka þetta upp þegar synir Egils eru í útsendingu. En þú, Kristinn, ert að fara í ferð til Sochi í Rússlandi. Já, ég nefnilega að fara að kíkja yfir til Sochi í Rússlandi núna mjög bráðlega, 1. mars, til þess að taka þátt í því sem heitir World Youth Festival. Og þetta í rauninni svona nútíma, ný útfærsla á því sem heitir World Festival of Youth and Students, eða heimshátíð nemenda og ungdóms. Og þetta er svona ungmennaráðstefna sem hafðist 1947 rétt í lok seinni heimsstyrjaldarinnar og þar voru þemun alltaf friður, jöfnuður og lýðræði. Þetta stoppa stríð, þetta auka jöfnuð og alþjóðlega samvinnu og þetta var haldið í öðrum og þriðja heiminum, svo kallaða. Undirokaða heiminum og þarna var fólk frá alls konar þjóðabrotum, fólk frá Afríku, frá Suður-Ameríku, frá Asíu og svo framvegis. En nú þetta komið í svolítið nýtt form í Rússlandi og þetta svona, getur þú sagt okkur aðeins frá þessu nýja formi? Já, eftir að það var haldið 2017, þá var Rússland með World Festival of Youth and Students. Þá var komið að þeim, sú hátíð hún rótir svona eins og Eurovision eða svipa, svona milliland alltaf. Og hver svona borg fara að hýsa það alltaf. Svo var komið að Rússum að gera 2017 og þau voru svo ánægðir með það hvernig gekk. Það hefði gengið svo vel og voru svona ánægðir með innleggið í þölsumann að hann ákvað það í rauninni Rússlandsforseti Vladimir Vladimirovich Putin að stofna þessa hátíð World Youth Festival sem bara eins í rauninni að það halda þessu áfram, þessu starfi. Og það koma í dag eins og World Festival of Youth and Students, þá var kemur fólk frá öllum heiminum, það eru 186 lönd sem taka þátt og ég þá málsvari Íslands, við erum 2 sem komum frá Íslandi. Og þarna verður fólk frá öllum BRICS-þjóðunum til dæmis, að þetta er svona annar samstarfsveruleiki en að fara kannski á ungmennaráðstefnu hjá Evrópusambandinu eða í Bandaríkjunum eða svoleiðis. Þarna verða þjóðir sem eru, hvað maður að segja, ekki liðnar í svona félagskap vestrænni ríkjanna gjarnan, en líka bara þjóðir eins og Brasilía og Suður-Afríka og Burkina Faso og Mali og svo framvegis. Nú munu margir gagnrýna það að þú sért að fara í þessa ferð, en þarna þú í rauninni að fara og þið 2 sem að fara fyrir sem Íslendingar verðið einu svona málsvarar á einhvern hátt allavega Íslendinga. Getur þú sagt okkur aðeins af hverju þú ákveður að fara í þessa ferð? Já, ég í rauninni ákveð að fara vegna þess að það verður einhver að fara. Núna erum við með það eru 186 lönd sem taka þátt í hátíðinni og það eru 193 í heiminum, þannig að það eru þá bara 7 sem gera það ekki. Og ég hugsa bara það að Ísland ætti að vera með þessum 186, ekki þessum 7. Og þið fyrir mig að fara á þessa hátíð að World Festival of Youth and Students var oft kennt við sósíalíska heiminn í den. Og það var þannig að hún gekk á milli borga. Það var mjög oft svona í þessu sem kallum austaltjaldslöndum. En í dag þá þetta, þetta viðhorf, friður, lýðræði og að vera gegn heimsvaldastefnunni. Þetta bara held ég mikilvægasta inntaki í dag, bara á pólitíska sviðinu. Og mér finnst bara mikilvægt að Ísland hafi einhvern málsvara þar, sem ekki útilokuð. Og þá þarf maður náttúrulega að koma að því að Úkraínustríðið, þann sá viðbjóður sem hefur verið í gangi þarna, það byrjaði borgarastyrjöld 2014 og svo riðust Rússar inn 2022. En við mörg, og kannski við sem erum bendluð við sósíalistaflokkin, að við erum gjarnan kölluð pútínistar og hvaðina af því að við gagnrýnum útþenslustefnu NATO. Og eins og Putin og Rússlands ríkisstjórn hefur sagt í langan tíma að þá kom ekki til greina fyrir þau að NATO færi upp að landamærum
inn í landamæri Úkraínu. Það kemur ekki til greina fyrir rússnesk yfirvöld að hernaðarandstæðingur þeirra NATO frá gamla tímanum fara að setja upp gríðarleg hergögn í Úkraínu. Sama land og þýsku hernir ruddust í gegnum sama land og Napoleon ruddist í gegnum. Já, mikið rétt. Og fólk segir að Úkraína á að ákveða þetta sjálf og vissulega á hún að gera það í besta heimi. En við vitum til dæmis að ef að Mexíkó myndi fara í hernaðarbandalag með Kína og væri að fara að setja upp hergögn, kínversk hergögn, það ekki liðið. Bara ekki neitt. Nei. Og það meira að segja núna forstjóri CIA, hann búinn að vera að segja að Kína sé núna aðalandstæðingur Bandaríkjanna, að það sé mikil hætta af þeim og hann búinn að vera að leggja út bara plön þar sem hann að segja að við þurfum að gera þetta og þetta og þetta og þetta til þess að tryggja okkar hernaðarlegu stöðu sko, gegn Kína því að þeir eru það sem ekki ógn af Kína segja þeir sko, að við munum gera allt sem við getum til þess að bæta hernaðarstöðuna, færa hergögn þangað og svo framvegis. Hver þín sýn svona í víðu samhengi á Úkraínustríðið? Sko, Úkraínustríðið finnst mér þetta er náttúrulega einstaklega sorglegt að horfa upp á Úkraínustríðið. Þetta voru bræðraþjóðir, Rússar og Úkraínumenn, en það sem að hefur rauninni gengið á þarna er að þetta svipa mjög til sko, þetta svo þetta með sko leppstjórn, það bilt, skal ég segja bilt sko kjörinni stjórn Úkraínu 2014, Viktor Yanukovych, hún með steypta stóli, það næst ekki á þinginu 2/3 meirihluti til þess að steypa honum löglega, þannig að það er gert ólöglega og Vesturlönd taka þátt í því og ýta undir það alveg stórkostlega og hún Victoria Nuland, hún var þá sko formaður eða forstjóri sko USAID sem svona kallað svona, það armur CIA í rauninni sko, að þau eru svona aðstóðar stofnun Bandaríkjanna en hún náðist upptaka henni og sendi henni að Bandaríkjanna hann á 2014 í rauninni að raða í komandi ríkisstjórn Úkraínu eftir mætabyltingu. Áður en að það hefði verið vísað Yanukovych úr embætti og það lag símtal á milli hennar Victoria Nuland og sendiherra Bandaríkjamanna í Úkraínu sem að hafa oft sko sendiherrar Bandaríkjamanna, það hefur oft komið ljós að þeir voru eða eru CIA menn sko, vinna fyrir CIA líka en við skulum hlusta á þetta símtal. So I don't think Klitsch should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. Yeah, I mean, I guess you think what in terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I'm just thinking in terms of sort of the process moving ahead, we want to keep the moderate Democrats together. The problem is going to be Tony Book and his guys. And, I'm sure that's part of what Yanukovych is calculating on all of this. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, what he needs is Klitsch and Tony Book on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week, I just think Klitsch going in, he's going to be at that level working for Yatsenyuk. It's just not going to work. Yeah, no, I think that's right. Okay, good. Well, do you want us to try to set up a call with him as the next step? My understanding from that call, but you tell me, was that the big three were going into their own meeting and that Yats was going to offer in that context a three-way, the 3+1 conversation or 3+2 with you. Is that not how you understood it? No, I mean, that's what he proposed, but I think just knowing the dynamic that's been with them where Klitschko has been the top dog, he's going to take a while to show up for whatever meeting they've got, and he's probably talking to his guys at this point. So I think you reaching out directly to him helps with the personality management among the three, and it gives you also a chance to move fast on all this stuff and put us behind it before they all sit down and he explains why he doesn't like it. Okay, good. I'm happy. Why don't you reach out to him and see if he wants to talk before or after? Okay, will do. Thanks. Okay, I've now written, one more wrinkle for you, Jeff. Yeah. I can't remember if I told you this or if I only told Washington this, that when I talked to Jeff Feltman this morning, he had a new name for the UN guy, Robert Seri. Did I write you that this morning? Yeah, okay. I saw that.
he's now gotten both Seri and Ban Ki-moon to agree that Seri could come in Monday or Tuesday. Okay. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, fuck the EU. No, exactly. And I think we've got to do something to make it stick together, because you can be pretty sure that if it does start to gain altitude, the Russians will be working behind the scenes to try to torpedo it. And again, the fact that this is out there right now, I'm still trying to figure out in my mind why Yanukovych did that. But in the meantime, there's a Party of Regions faction meeting going on right now, and I'm sure there's a lively argument going on in that group at this point. But anyway, we could land jelly side up on this one if we move fast. So let me work on Klitschko, and if you can just keep, I think we want to try to get somebody with an international personality to come out here and help to midwife this thing. And then the other issue is some kind of outreach to Yanukovych, but we probably regroup on that tomorrow as we see how things start to fall into place. So on that piece, Jeff, when I wrote the note, Sullivan's come back to me, VFR, saying you need Biden, and I said probably tomorrow for an attaboy and to get the deets to stick. So okay. Biden's willing. Já, fuck the EU, segir hún, og mennirnir sem hún að nefna þarna, að þeir verða síðan ráða menn í ríkisstjórninni næstu. Já, það einmilega akkurat þannig að akkurat þessi sem hún nefnir, þau farið akkurat það stöðu sem hún nefnir, sko. Og það líka, hún hafi verið þarna áður með sendarunum líka að rétta út smákökur og brauð og nammi á Maidan-módelinu sjálfum. John McCain flög líka út og hélt rosa ræðu þarna. John McCain, já, hann kom hann og sagði við á eitthvað sko, við munum enda rússneska árásarhneið eða eitthvað, við munum sigra, sko, við Azov og félaga, sko. Azov og félagar, já. Azov-herdeildin, nú nasistar í Úkraínu, það sagt að það sé bara rússneskur áráður og algjörlega að kannski að rússnesk yfirvöld fari full langt með að segja sko að nasista eða Úkraínu er allt nasistar og svo framvegis, en það er mikið af nasistum þarna. Já, það sko, þau eru þetta fámennur en valda mikill minnihluti og þau hafa í rauninni verið svona kannski þessi armur Bandaríkjanna, NATO, ESB, Vesturlanda stundum talað inn í Úkraínu, þannig að þegar að Viktor Yanukovych steypt í Maidan-mótmælunum hana, í Maidan-mótmælunum þá var svona eitt aðalatriðið að það voru sem sagt leyniskyttur í lögreglubúningum sem að skutu fullt af mótmælendum. Og því var haldið fram í vestrænu pressina að það hefði verið sko löggan, úkraínska löggan. En síðan hafi verið haldið réttarhöld í Úkraínu sem rannsökuðu þetta mál í þaula. Og það kom í ljós að það hefði geta verið aðrir en Svoboda, öfgahægri flokkurinn, vegna þess að skotin komu frá, skiluru, þetta svona sem JFK Bandaríkjaforseta í dag, en það skotin hefði ekki getað komið nema frá þessu sjónarhorni. Það búið að gera rannsóknir og úkraínsk réttarhöld eða dómstólar komnir að þessari niðurstöðum að það hefði ekki getað verið nema í þessu húsnæði Svoboda sem er svona öfga ultranationalista hreyfing. Og það voru heldur ekki rétta tegundar af byssukúlum og það stemmir ekki til að þetta hafi verið lögreglan, sko. Þetta er fáránlegt að skipa lögregluna að skjóta mótmælendur á torgi, sko. Mótmælin, þau snýrust svolítið það svona allavega í almenningsmeðvitund að þetta ætlar Úkraína að fara austur eða ætlar Úkraína að fara vestur. Það er sagt að Yanukovych hafi verið mjög hallur undir Rússa, en það er nú bara bull held ég, hann var svona að reyna að spila báðar hliðar. Hann hafði fengið eitthvað samning, svona tilboð frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og Evrópusambandinu en honum bara leist ekki vel á það tilboð. Þetta var ekki gott tilboð sem að bauðist Úkraínu og hann stoppaði það og fór aftur að tala við Rússana, svona að spila beggja borðsmegin. Ríkisstjórnin hans lýsti yfir hlutleysi, það kom ekki til greina til dæmis að Úkraína var að fara í NATO. En svo byrja mótmæli vegna þess að hann slítur viðræðum við Evrópusambandið og þarna voru mikið af svona öfgahægri hreyfingum, ekki að mótmælendur hafi allir verið öfgahægri, þá voru þarna verkalýðsfélög til dæmis sem komu og voru með og sýndu stuðning og svona, en það virðist klárlega að hafa verið þetta öfgahægri sem að virkilega svona leiddi vagnin og jók ofsan og við erum með hérna smá myndband af manni sem er einmitt svona yfirlýstur nasisti bara reynilega og hann er að tala Maidan більтинкуна аурів насистана ау гана. Нам зараз надавали стільки зброї,
Не тому, що ми хороші, як нам кажуть, нам допомагає Захід, бо вони хочуть нам блага, тому що ми виконуємо задачі Заходу. Тому що ми єдині, хто готові їх виконувати, бо нам весело, нам прикольно убивати і прикольно воювати. І вони думають, вау, давайте вже подивимося, що це буде. Тому виник цей новий альянс, про який зараз говорять там Туреччина, Польща, Британія, Україна. Перемогли націоналістичні ідеї. Націоналісти якби були там ключовим фактором однозначно і на фронті. Зараз дуже багато є спекуляцій. Ну, нацика вже ж було небагато, там, ну, ЛГБТшники, там, посольства кажуть, ну, скільки там було там нациків? Ну, нациків там було там 10% там, ну, запаяних ідейних. Ну, це ж питання в тому, це може так казати лише Йолоб, який не був на війні, не знає, наскільки оцих от 10%, хоча там навіть може даже менше було, я думаю, націоналістів було хай там даже 8%, ну, наскільки це в пропорції ефективності впливу, наскільки це складало просто галопуючи безкінечну підвищення ефективності. Не було б цих 8%, бо ефективність упала б на 90%. То тут не в числі мова. Так само, як на Майдані. Зараз вже почали ліваки, там, фонди Бьоля там, і так далі перераховувати. Ну, націоналістів там було, там, да, вони були впливові. Там. Та які впливові? Не було б націоналістів, себе це от, пішло б сразу на гей-парад. Já, það ekkert annað. Það ekkert annað. Hann ekki að skamma sín fyrir að vera nasisti. Segir meðal annars að ef að þeir hefði ekki verið þarna þá hefði þetta breyst í eitthvað gay parade. Það hefði gleðiganga hana. Sýnir svona hvers konar maður þetta Nú, saga nasista í Úkraínu svolítið löng og fer alveg aftur í seinni heimsstyrjöldina. Þú þekkir aðeins til? Já, sko, í seinni heimsstyrjöldinni þá eru til sko, stutt af nasistunum sko, samtök í Úkraínu sem heita á ensku sko, Organization of Ukrainian Nationalists og eða sem sagt samtök úkraínskra þjóðernissinna og leiðtogi þeirra Stepan Bandera hann hefur verið hetjuvæddur í Úkraínu í dag en þetta voru sem sagt öfgahægri nasistasamtök og sko ætlunarverk þeirra var að gera Úkraínu að leppríki nasistana og berjast gegn Sovétmönnum og brjóta niður sko úkraínska alþjóðlýðveldið sem það var að hét. Megin þorri Úkraínumanna var að berjast með rauða herdeildum úkraínska hersins en það var töluvert af Úkraínu mönnum sem vildu fá aukið sjálfstæði frá sósíalista ríkjónum og vildu alveg bara vera sitt eigið ríki og svo framvegis og töldu sig geta unnið eitthvað með nasistunum þó að nasistanir voru með þeir þýsku sko, þeir voru með yfirlýst markmiðum bara að hreppa Austur-Evrópu í ánauð hreinlega, Lebensraum, þú veist. Það frægt, já. Og þeir hafa nefnilega sko, þeir bera ábyrgð á því, það má ekki gera lítið úr því að þeir héldu úti sko sérstaklega sveit innan Schutzstaffel SS, betur þetta sem SS hjá nasistunum sem hét Division Galicia og hún skipuð Úkraínumönnum einungis öllum og röðum OUN, Organization of Ukrainian Nationalists og þeir báru ábyrgð á sko fjöldamorðinu við Babi Yar sem alveg frægt, það var fólki raðað upp og skotið og sett í skurði og það talið eitt af versta sko í helförinni. Og það voru úkraínskir nationalistar sem voru fangaverðir í útrýmingabúðum í Úkraínu og fangabúðum tóku virkan þátt í þessu en svo gerist þetta sem kannski minna þekkt en verður að fara að koma upp á yfirborðið ekki bara í Úkraínu, heldur bara alla Evrópu og víðar að þegar að seinni heimsstyrjöld að ljúka að Truman tekin við af Roosevelt, Churchill segir að Stalin sé hættulegasti maður í heimi og Sovétríkin og svo framvegis og Bandaríkjamenn taka til þeirra ráða og vestrið meira almennt að svolítið sko bjarga mörgum nasistum, háttsettum nasistum og lærrasettum nasistum og fara að nýta þá í sín eigin verkefni til dæmis í leyniþjónustur og í NASA og fleira. Já. Þetta alveg frægt, Bandaríkin heldur til minns út hana, það frægt, það eru nokkur sko, það Operation Paperclip, það eru teknir nasísku vísindamennir, fengnir til þess að gera rakettur og slíkt, svo var Operation Safe Haven, þar var verið að bjarga sko bara nasískum ráðamönnum og svo Operation Aerodynamic hún snýst úkraínsku nasistina það verður að koma þeim í skjóli í Bandaríkjunum og það var bæði kaþólska kirkjan og náttúrulega Bandaríkin og það sem síðan verður NATO sem að vera að halda þessu úti og það má í raun segja að
frjálslindismenn hafa unnið sko seinni heimsstyrjöldina eða sovjetmenn hafa unnið seinni heimsstyrjöldina en að fasistarnir hafa unnið kaldarstríðið. Þeir eru ennþá til staðar. Og CIA, það fæddist eiginlega bara þarna í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar mikið með mörgum nasistum. Já. Sem hefur verið að stjórna lögregluríki fasistana. Það er ótrúlegt að ef þú skoðar það hverjir voru sko framanlega í NATO eins og Adolf Heusinger, hann var hershöfðingi hjá Hitler og hann verið síðan æðsti stjórnandi NATO. Ég held að það var annar til þess að vera Supreme Commander eða svoleiðis. Þetta er nefnilega alveg reynt beint ótrúlegt svona með það sem maður er alin upp á og svona sögu skýringarnar sem maður fær að þetta stemmer ekki alveg við svona okkar hugmyndir flestra held ég bara svo fyrir að skoða þetta það eru þarna nasistar allum allt en ef við förum aftur að Úkraínu að Bandaríkjamenn, já þeir bjarga og nýta fullt af nasistum frá Úkraínu en svo fara þeir aftur núna svona á okkar tíð ja, fyrir 20-30 árum og þá fara þeir að fjármagna og styðja eftir fall Sovétríkjanna ultranationalískar hreyfingar innan Úkraínu eins og Azov, Svoboda eða Right Sector og svona hreyfingar sem að skima til þeirra og nú áður en að borgarastyrjöldin braust út þá voru partar af demokratum í Bandaríkjunum sem hafðu svona orðið var við þetta að það væri verið að fjármagna og vopna og þjálfa ultranationalista sjálfs yfirlýsta sko svona kynþáttu hvað maður að segja ethno-national ultranationalists kynþáttatara bara bullandi rasistar, nasistar, fasistar og þetta voru AOC, Alexandria Ocasio-Cortez og fleiri svo-kölluð Justice Democrats sem að bentu á þetta í þinginu við megum ekki vera vopna fasista og það var stoppað þá hættu þeir að fjármagna því En þegar að Janukowicz fór svolítið á svona flakka á milli sko, hann leit út eins og hann geti farið í aðra hvora áttina þá fóru þeir að styðja þetta aftur og svo kemur náttúrulega til borgarastyrjaldarinnar. Svo tekur hann við forsetinn og ríkisstjórnin sem við sáum hann Núland og þau virðast hafa bara raðað inn í en svo kemur Zelensky á sjónarsvið. Getur aðeins sagt okkur frá Zelensky? Já, hann Zelensky, hann er svolítið eins og ég tala stundum hann eins og svona evil Jón Gnarr. Hann er svona þannig karakter, hann er með þannig þátt sem heitir sko þjóðfólksins Narodni eitthvað, Servant of the People á ensku og þá leikur hann sko forseta, þetta er grínþættir svona eins og kannski eins og The Wire eða eitthvað, eins og ráðherran hjá Jóni Gnarr, hann var með svoleiðis þátt það sem að hann leikur sko forseta Úkraínu, það er mikil sem að sko heggur á alla hennan Gordian snút cuts the red tape svo að segja vegna þess að í Úkraínu á þessum tíma þá hafði verið svo mikil stöðnun vegna þess að tveggja póla, Rússland eða ESB að þá hafði verið svo mikil stöðnun og pólitíkin ómögulegt þingið enda oftast í hnefalögmálum í stað venjulega umræða oft sko, menn voru bara að berjast þarna á þinggólfinu en hann segist alltaf að gera betur við rússnesku mælandi minnihlutan og enda átökin og allt það slíkt og það ætla hann að gera sko með því að cut the red tape, vera svona nýtt afl sem að laus við alla spillingu og ekki bundin af sömu svona og aðrir. Sjáum hérna smá brot úr þessum þáttum. It's time to face the music, a state of execution. No more distribution. The fuck you doing? You did this to me. I'm right back on my bullshit, right back out of these streets. Just remember that you did this to yourself. Yeah, you did it to yourself. Now you gotta suffer the consequences. Já, það er ekkert annað það á að skýra í gegnum rauða teipið það er sem sagt svona almenningsáliti það sem er verið að snerta þarna er að átökin halda bara áfram, borgarastyrjöldin heldur áfram en fólk vill auðvitað frið, fólk alls þar í heiminum vill frið fólk er líka óanætt með spillinguna, það er náttúrulega mikið auðræði búið að vera í Úkraínu frá falli Sovétríkjanna en þarna er Zelensky að svona, já hann losa sig við allt rautt teip og hann sko það hafði verið kreppa í Úkraínu síðan 2008 þegar hann fyrir frambóðan það var á 10. ári kreppu sko.
og borgarastyrjöld. Þannig að fólki vildi eitthvað nýtt og hann lofaði því, en það var í rauninni, þau fengu bara skrimsli í staðinn. Hann gerði í rauninni akkurat öfugt við það sem hann sagðist allir gera. Hann fór að efla árásir og ofsa gagnvart Donbass héruðanum, þar sem eru meira af þessum rússneska minnihluta í Úkraínu, sem sagt úkraínskir rússar í rauninni mætti segja. Og svo kemur á daginn að hann var studdur af einum öflugasta ólígarka Úkraínu. Þannig að þetta kannski svipar til þess sem við þekkjum hérna í Vestanhafs, bæði með Katrín Jakobsdóttir sem ekki það sem hún sagðist alltaf vera og til dæmis Obama og má segja sama um Biden. En þá fyrir að líða að í frásögn okkar að innrás Rússa, að Rússar ákveða að ryðjast þarna inn og segjast alltaf af nasistavæða Úkraínu, þeir segjast alltaf að venda þennan rússneska minnihluta, en menn eins og Jeffrey Sachs og alþjóðasérfræðingurinn John Mearsheimer, þeir setja mjög mikla áherslu á það að verstrið ber mikla ábyrgð á því að það kom til þess að það varð stríð. Og meira þess að fyrrverandi varnarmálaráðherrar Bandaríkjanna, til dæmis eins og William Perry og svo Merkel sagði þetta á sínum tíma líka, að það að reyna að setja Úkraínu inn í NATO myndi nánast neyða Rússa til þess að bregðast við, að það var bara eiginlega fyrir séð að rússneska stjórnkerfið og rússneska svona pólitíkin þannig að þetta verður eitthvað sem verður aldrei tekið í mál. Hefði verið hægt að koma í veg fyrir þetta stríð? Sko þetta hefði allt verið hægt að forðast. Rétt undir lokin, heldur 2 dögum fyrir innrás Rússa, þá fór hann Zelenski á fund, ég held að það hafi verið Ramstein fundurinn, hann gæti að hafa verið Munich fundurinn frekar, hann fer á marga fundi, menn að það sem hann sagði, sko, við þurfum kjarnorkuvopn í Úkraínu frá ykkur, þegar við viljum frá kjarnorkuvopn frá ykkur, og það hefði þetta með svona eldflaug einhver á skíturinu frá Úkraínu til Moskvu, hún kannski 2 mínútur á leiðinni. Þannig að það var í rauninni, sko, það hefur í rauninni verið að ögra Rússum svolítið til þess að gera þetta, að þú veist, einhvers staðar verður að segja stopp, ég menna það annarkvort þegar þú komið eldflögu svona nálægt að ástand árið svona hættulegt þá og sko Vesturlönd láta ekkert segjast sama hvað Rússar segja. Hann Putin hafði sagt á Munich fundurinn 2008 að svona brölt yrði ekki liðið. Og það nefnilega þannig líka að Úkraína var auðvitað hluti Sovétríkjanna og það var alltaf talað sko Úkraínu, Rússland og Hvíta-Rússland sem systurna 3. Þetta eru mjög mikla bræðraþjóðir, eða systraþjóðir, nátengdar og það svona, ég held að Rússar hafi tekið svolítið sérstaklega nærri sér að Úkraína skildi enda á þennan hátt sem hún gerði, að hún komið með mjög andrússneska ríkisstjórn sem að kallar Rússa orka og svona, talar að rífa sko minnisvarða seinni heimsstyrjöldina og slíkt. Og í Úkraínu þá ekki bara verið að rífa minnisvarða Rauða herinn og heimsstyrjöldina, heldur líka verið að reisa nýja minnisvarða Stepan Bandera og þessa nasista sem voru að hjálpa þýsku fasistunum. Þetta eins og þetta sé gert nánast til þess að ergja Rússa. Þetta gæti ekki verið meiri svona móðgun við þeirra sameiginlega arfleið, sko. Það sem sovjaska arfleiðina, það getur ekki verið meiri móðgun en að til og með þessi rífa núna bara daginn þá voru að rífa sko grafir sko hetna Stalingrad spardagans í Úkraínu. Það var svona stór minnisvarði í Kiev, hann var í daginn. Blóðugasti bardagi bara í sögu veraldar þar sem að fasista skepnunni var stoppuð, þar sem hann var haldið í skefjum og baráttan fór að snúast svolítið við. Og þetta bara svona snögg staðreynd sem má taka fram er að Sovétríkin mistu 27 milljón manns í seinni heimsstyrjöldinni. Ég held að bandaríski herinn til dæmis hafi mist 400.000 menn eða eitthvað svoleiðis. Þetta er bara allt annað sem að að gerast þarna í Austur-Evrópu og í Sovétríkjunum. Þetta hlýtur að vera ansi djúpt í svona þjóðarsálinni. Þetta er mikið tráma hana. Bæði er þetta raunverulega hættulegt upp á þessar eldflaugar. Og svo eftir með það, þetta er svolítið óbóðslega svona afskræming og móðgun við heldur rússnesku þjóðarsjálfina að sjá sumt sem þeir eru að gera. Það er eins og sé að vera eggjað á áfram, sko. Bara komið í okkur. Nú, þegar að Sovétríkin voru að liðast undir lok og þá sáu nú eiginlega flesti bara fyrir sér að NATO er lagt niður, að allur heimurinn
þyrfti ekki að eyða svona mikið af peningum í hernaðarmál að við fengjum svo kallan peace dividend var talað þú veist, það var þessu mikið auka peningum og svona og rússar, Bill Clinton kallaði nú Yeltsin our guy, þú veist, okkar maður og svona og svo þegar Putin tekur við þá hann bara nokkuð innveittur vestrinu, hann meira þess að leggur til að vill að rússar fari inn í NATO og hann vill að rússar fái kannski endanum að fara inn í ESB og svona, en þetta fer að súrna svolítið. Já, þetta, það svolítið þannig þegar þau taka við, þegar að sko, rússar þau með ekkert gengið að semja við Vesturlönd, alltaf þeir hafa treyst ESB, Bandaríkjunum og eitthvað, það alltaf endað illa, hingað til, sko. Og það kannski þessana sem við sjáum viðsnúning í dag og sérstaklega eftir Úkraínustríðinu, þeir leita meira austur heldur en vestur, þeir eru orðnir svolítið þreyttir á því. Já, og hafa byrjað að undirbúa þetta kannski, þetta hefur komið svolítið vesturinn á óvart en við erum líka með eina skýrslu hérna sem er mjög hvað maður að segja, telling, ég kann ekki alveg þýða það á íslensku, en þetta sem sagt Rand Corporation, þetta hugveita, mjög áhrifamikil hugveita í svona varnarmálum Bandaríkjanna, hernaðarmálum Bandaríkjanna og skýrslan frá 2019, höfum í huga að Rússar ráðast inn þannig að 3 árum setna, en í þessari skýrslu að þar verið að útlista hvernig Bandaríkin geta veikt Rússland, hvaða leiðum Bandaríkin geta beitt til þess að veikja Rússland sem mögulegan andstæðing, hvað þau geta gert til þess að bæta hernaðarstöðu sína gagnvart Rússlandi og það merkilegt að lesa þessa skýrslu og við munum setja hlekk á hana af því að þarna nánast útlistað bara síðan næstu 3-4 ár. Já, og það svolítið merkilegt þegar maður skoðar þessa skýrslu að allt sem að kemur hana fram hefur verið gert síðan. Það töluðum að dæla vopnum í Úkraínu, það verið að gera enn í dag, stórum stíl. Þau töluðum að vopna uppreisnarmenn í Sýrlandi, það var gert í stórum stíl og kallaðist Timber Sycamore, Operation Timber Sycamore. Svo var talað að reyna að steypa stjórnin í Belarus, Hvíta-Rússlandi, nú heitir það Belarus á íslensku líka. Það var gert líka og það er í rauninni mjög áhugavert að lesa þessa skýrslu því að hún svolítið eins og handrit fyrir allt sem hefur gerst síðan, sko. Og það líka það einmitt að þeir vilja reyna að exploit tensions in the South Caucasus innan Rússlands og utan það og svo þeir með að þeir vilja leggja til að Bandaríkin beiti sér fyrir því að draga úr útflutningi á gasi og koma í veg fyrir að nýjar pípur verði byggðar, sem sagt að gasi frá Rússlandi til Evrópu. Já, það mætti minnast á Nord Stream 2 í því samhengi. Hver sprengdi Nord Stream 2? Samkvæmt grein þekkta og fræga og á maður ekki að segja mikilvæga blaðamannsins Seymour Hersh í Víetnamstríðinu og fleiri svakalegar greinar sem að hann hefur uppljóstrað rosalega glæpi og annað að hann kom með grein einmitt þar sem að hann sýnir sannanlega fyrir því og segist heimildir fyrir því að bendi sterklega til kynna að Bandaríkjamenn eða vinir þeirra hafi setið þess að Nord Stream 2 var sprengt og maður velti líka fyrir sér af hverju myndu Rússar sjálfur sprengja þessa rándýru innviði sem voru nýkomnir í gang. Þegar þau gátu bara að skrúa fyrir. Já. Þau gátu bara að skrúa fyrir innan sinna landamæra og sama niðurstaða, sko. Og nota þetta sem bara svona, þú veist, eitthvað leverage. Vorafli á, já, það var alltaf sko talið verið ógnin að það myndi verða. Þau gerðu það aldrei, en það var svona, þau eru eftir að nota þetta til þess að þvinga okkur í stríðinu, síðan bara sprengiru lögnina og þá er það ekki hægt, en þú náttúrulega missir allt gasið. Og svo eitt sem er svo mikilvægt að taka fram, að þegar maður les þessar skýrslur hjá bandaríska djúpiríkinu að svona hugsar þetta lið og svona aðgerðir eru síðan framkvæmdar. Þarna er ekki verið að hugsa sko, sjálfsákvörðunarrétt þjóða eða fullveldi þjóða neitt, það bara skiptir engu máli í þessu samhengi að það sem skiptir öllu máli fyrir þessu liði og sama er að koma frá CIA forstjórunum sem að tala um Kína núna að það skiptir öllu máli að styrkja hernaðarstöðu okkar gagnvart andstæðingum okkar, sama hvað það þarf að gera og náttúrulega við vitum hvernig kaldastríðið var til þess að blekkja, ljúga, svíkja styðja fasista, efna til fjöldamorða valdarána, kaupa fjölmiðla, bara þeim svífist einskis, við höfum séð það og svo leið þá er þetta svakalega yfirskinn sko, við stöndum fyrir réttlæti, frelsi og lýðræði sko sem bara þveröfugt sko, þveröfugt
og eitt sem við ætluðum líka aðeins að fjallum talandi réttlæti, lýðræði, mannúð og frelsi að nú á dögunum var Navalny að deyja í fangelsi og nú veitum við ekkert hver drap hann mætti kannski alveg gera ráð fyrir því að mögulega hafi Putin gert það en í vestrinu að þar talað Navalny sem svona frjálslyndan lýðræðismann sem ætlaði að reyna að beita sig fyrir lýðræði og frelsi í Rússlandi en hann var nú ekkert sérstaklega vinsæll í Rússlandi. Nei, Navalny hefur aldrei náð 5% fylgi eða slíku í Rússlandi. Hann var það sem ég kalla svona utanþings stjórnarandstöðu og í rauninni irrelevant karakter í rússlenskri pólitík en hann stóð alltaf fyrir þennan hann var aðskilnaðarsinni fyrir þessa hvítu rússa, slavnesku þjóðarbrot rússar svo eru náttúrulega Rússlandi fjölþjóðaríki með alls konar mismunandi þjóðarbrotum en hann vildi reka aðskilnaðarstefnu þessara slavnesku rússa sem að búa í rauninni bara litlu svæði í þessu stóra landi vestast og losa sig við alla Kákasus múslimana sem að hann hafði nú ekki að háa skoðun á. Þetta nefnilega mjög aukakent og við erum með myndband sem að hann framleiti í kosningabaráttu ykkur tímann og skoðum þetta. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о борьбе с насекомыми. Никто из нас не застрахован от того, что в наш дом заползет таракан. Фу, ну или в форточку залетит муха. Все мы знаем, что от мух отлично помогает мухобойка, а от тараканов – тапка. Но что делать, если таракан окажется слишком велик, а муха не в меру агрессивна? Ну а в этом случае я рекомендую пистолет. Já, skjóta kakalaka. Skjóta kakalaka. Þess vegna má vera með byssu leyfiða þegar við þurfum að geta skotið kakalakana frá the Caucasus. Þetta náttúrulega svori, Þetta er nasíst. Þetta mjög nasíst. Það verða afmenniskjuvaða fólk og svo annað myndband sem við ætlum ekki að sýna en þar hann í hlutverki tannlæknis og hann að rífa út rotnaðar tennur og það einmitt múslimarnir sem eru rotnuðu tennurnar og svo eru hvítu perlurnar eftir en þetta sameinaða Rússland sem flokkur Pútíns þetta auðræði en þetta samt mjög breiður flokkur það engin svona það ekki, allavega ekki mikill svona svona kynþáttahyggja þarna eins og Navalny var að boða í langan tíma Já, Rússlandi náttúrulega fjölþjóðaríki og það gengur út á það sameinar Rússland bara svona valdaflokkur. Þau eru rauninni stefnan hjá þeim með bara það sem að þau segja það sem að þú vilt heyra, skilurðu, en hafa þá stefnu sem að fólk vill fá og það er erfitt að staðsetja hann að því að pólitíkin í Rússlandi mjög flókin. En kannski áhugavert fyrir fólk að vita að stæðsta stjórnarandstaðan eru kommunistar kommunistaflokkur þarna. Já, það eru nefnilega allt þessi pólitík í Rússlandi heldur en við erum vön Það eru með stærstu stjórnarandsstöðuflokkin KPRF, Communist Party of Russian Federation leitan ekki Gennady Zyuganov og það voru í rauninni þeir sem að voru hvað ákafasti stuðningsmenn þessara hernaðaraðgerða í Úkraínu. Það voru í rauninni þeir sem að vildu helst fara hann inn í Donbass. Þeir voru hræddastir við að NATO væri að fara að setja upp hergögn alveg við landamæri. Já, og það voru líka í Donbass, það voru mikið það var mikið vísað í þetta sovjesku fortíð svona þessu uppreisna menn gegn úkraínska ríkinu sem að vildu sjálf stjórn í þessum héruðum. Þau voru mikið að veifa svona sovjesku fánum og slíku Og þetta eitt mikilvægt sem að náttúrulega ekki fjallað þegar af því að það svo oft í fjölmiðlum þar sem bara allt samhengið tekið út og bara eins og í Ísrael-Palestínu núna þetta byrjaði október 7. Nei, þetta búið að vera 75 ára hersetu og ofbeldi og aðskilnaðarstefnu en í Donbass-héruðunum og í borgarastyrjöldinni og þú ert með þessa öfga hægri hópa sem hafa verið vopnaðir og þjálfaðir af Bandaríkjamönnum og NATO-þjóðum og Ísrael, en þarna fer nefnilega fram alveg grimmt ofbeldi af hálfu þessara herdeilda
nasista ultranationalista gagnvart rússneska minnilutanum. Já, þau voru byrjaðir að varpa eða skjótast úr stórskotabyssum 2014 og jafnvel fyrir á hérna Donbass héruðin og þetta er rauninni sama taktík og hafi verið notuð á sko af nasistunum sjálfum klassísku sko, þýsku, þá gerðu þau þetta til þess að rýma sko hverfin og borginnar. Þá byrjaði bara að skjóta endalaust stórskotabyssum og þú veist ekki hvenær það lendir bara svona sprenging, artilleri sprenging á þér og þá fer fólk. Þannig, þá flýr fólk. Eins og Ísrael að gera í Palestínu akkurat núna. Já, það er unnið sama taktík. Og hérna það er í Donbass, það er til minnisvarði sem heitir Alley of Angels og þar, sko það voru búin að deyja þannig 14.000 manns, 15.000 manns cirka. Það er í Donbass minnisvarði sem heitir Alley of Angels það sem er stór minnisvarði og á honum eru bara myndir af bara börnunum sem hafa dáið í þessum árásum, þessum stórskota hríðum. Í borgarastyrjöldinni sem sagt áður en að innrás Rússa hefst. Já, sem að sko upphæðina átaukunum voru rauninni svo að hérna það voru mótmæli sem að sjálfstjórn í þessum héruðum sem að fóru síðan út í ofbeldi að því að nasistarnir drápu það fólk og brendu inni hérna menn í Odessa meðal annars sem var frægt í Maidan og þá byrjaði sko borgarastyrjöldin á því að það átti að refsa þessu fólki með að skjóta stórskotarhríðum á svæðin sem er búa í að þetta er rússnesku mannaldi minnihlutin sko. Það er að vestrið Bandaríkin sérstaklega, þau tala oft humanitarian interventions og þú veist í því miður að þá oftast er það bara yfirskinn og nánast alltaf en kannski þú veist Kosovo og þannig að þar þurfti bara að stoppa en svo má taka fram að þar hefðu Bandaríkin sko komið í veg fyrir friðsamlegar lausnir og svona voru, en nú þegar Rússar reyna að segja það sama þá er það bara ekki tekið neitt mark á því náttúrulega. Nei, já, hann segir sem sagt Putin sko það er mjög ákveðin ástæð fyrir hann talar að það kallar þetta ekki stríð, hann kallar þetta sértæka hernaðaraðgerð. Það er vegna þess að ég held að þessi 50. önnur eitthvað grein Sameinuðu þjóðanna sáttmálans þá máttu sem sagt framkvæma sértæka hernaðaraðgerð til þess að grípa inn í stríð á einu landamærum eða sem sagt passa sko þína eigin borgara eða sko þú mátt passa að verði ekki of mikið mannfall með einhverju svona en þú mátt bara gera það, svo verður að hætta þú verður að stöðva mannfallið og svo verður bara að fara þú mátt ekki hirða eitthvað land eða svoleiði sko og hann vil með Rússar halda fram að það sé það sem þau eru að gera þau eru ekki í stríði, þau eru í svona sértækri hernaðaraðgerð samkvæmt þessari grein sáttmálans. En já, ef við tölum aðeins þetta svona víðara samhengi, þessi geopólitík eins og þessi randskýrsla, Extending Russia, þú veist þarna er verið að hugsa langt fram í tíman og nú sjáum við að Þýskaland er að afiðnvæðast hreinlega, orkukostnaðurinn orðin svo mikill, þetta veldur náttúrulega óðaverðbólgu því að þau voru að fá svo ódýrt gas frá Rússum. Og nú reyndar sjá ráðamenn Evrópu, NATO og Bandaríkjanna sér leik á borði að tryggja sér olíu og gas frá Gaza, frá Ísrael og hernumdu landi Ísraels af Palestínu. Já, núna sko er hægt að segja það að sko Evrópa og Vesturlönd almennt hafa ekki jafnað sig eftir árið 2008. Þá kemur á rosaþung kreppa, það síðan hefur komið COVID og fleira. En sko kapitalið reynir alltaf að leita til þess að sko bjarga kreppunni með svona stríðsbröldi og einokun. Af því að þetta er það sem kallast heimsveldastefnan að Bandaríkin þarna eru búin að koma sér í einokunarstöðu með verslun og gas í Evrópu þegar Nord Stream er farið og þau geta stýrt verðum eins og þeim sýnist vegna þess að Nord Stream er farið og þau eru sko þessi viðskiptabönnur er svona bara form þess og þá sér maður það sko að þetta mun ekkert ganga að þetta hefur aldrei gengið, þetta hefur alltaf leitt til heimsstyrjaldar, þetta var mjög svipað í kreppunni miklu sem að 2008 er mjög svipað og kreppan mikla að þá eru þessar þrjáleiðir það er sem er reyndu, það er Roosevelt með sinn sko bjargakapitalismu, Keynesian
Social Democracy og ykkur, New Deal Democrats svona. New Deal, já, og það er New Deal Hans Roosevelt. Svo ertu með Stalin og sósíalismann, félagshyggjuna, planaðan efnahag, alveg planaðan efnahag. og það sé leiðin til þess að koma okkur úr kreppunni að að taka leggja niður eignaréttin og ríkisreksturinn. Svo ertu með fasismann sem að snýst það að brjóta niður valdastríði og brjóta niður óæðri og svona fækka fólki og slíkt eins og Hitler og þeir gerðu til þess að hafa svona þræla undirstétt sem að eins og í útrýmingabúðunum sem að vinnur allt til þess að lækka uppihald. Það er sem að ómikið álag á innviðina, það er svona súhugsun. Og hún birtist svolítið líka í dag í að hagfræðin sem verið að stunda þar, hún er svo sama og neoliberal hagfræði. Það er verið að einkavæða og slíkt. Það hugtak fundið upp til þess að lýsa þessum nasistnum voru ekki. Og þetta er eitt sem ég lærði bara fyrir nokkrum árum. Ég taldi mig vita svolítið mikið heimsstyrjöldina og eitthvað svona, en svo eftir að hafa lesið hann Michael Parenti sem er frábær stjórnmálafræðingur og sagnfræðingur, að hann skrifaði frábæra bók sem ég leindrið með sem heitir Black Shirts and Reds, The Overthrow of Communism and Rational Fascism. Og þar er hann að tala þess að vinkla bæði fasismans og kommunismans. Hann er að tala stéttavinkilinn. Sem er gríðarlega stór jafna í öllum þessum málum og í bara þróun heimsins sérstaklega á 20. öldinni. En það er hann að benda á stéttavinkla fasismans að þeir einmitt snúast það og birtust þannig að þetta voru kapitalistar sem voru að missa þann stórkostlega hagnað sem þeir höfðu verið að njóta bæði vegna margra ástæðna en meðal annars vegna þess að verkalýðshreyfingar og sósíalistaflokkar og kommunistaflokkar voru að verða öflugri, fólk var að taka völdin í sínar hendur með samvinnuhreyfingum og svo framvegis og launin voru að hækka og skattarnir voru að hækka og þau þurftu að borga meira í velferðarþjónustu og svo framvegis. Þannig að þeir voru að missa hagnaðinn sinn, en þeir fóru að sjá sér leik á borðið með því að fjármagna öfga svona hægri brjálæðinga eins og Hitler. Og Hitler var bara nastanir voru sem hétu by the way National Socialist Workers Party of Germany eða ekki? Já, jú. Þeir voru svona með populist hljómandi tungumál. Það er National Socialistische Deutsche Arbeiterpartei. Já, af því að sósíalismi var mjög vinsæll á þessum tíma þegar hann var að ná miklum framförum fyrir fólk. En sem sagt þeir eru að missa hann hvað maður að segja, þetta hagnaða hlutfall eða þessi ofsa hagnaður er að fara. Hann leitar alltaf niður af við, Þannig að þeir fara að fjármagna þennan örflokk og hann fer að skjótast upp. Þetta er náttúrulega í kreppinu, kjölfar kreppunar miklu einmitt og í kreppinu miklu. Og þegar svona lítill öfgaflokkur fær gríðarlega fjármuni og þá náttúrulega getur hann haft bara hellinga fólki í vinnu og svo framvegis við að breiða út áróðri og það gerðist og hann náði svo miklu vinsældum hann í kosningum. En samt ekki meira en þú veist var það ekki 33 þegar kosningarna voru þar sem að nasistani fengu 30% fylgi eða eitthvað. Já, það var aldrei meiri hluta en þau voru stærsti flokkurinn. Já. Og Parenti bendir skýrt á og sýnir fram á það bara í þessari bók að þeir sömu kapitalistar, stórkapitalistar í Þýskalandi sem höfðu fjármagnað Hitler og verið að styðja hann til valda að þeir fengu síðan greiðan tilbaka að þeir fengu risavaxna sérstaka skattaafslátta, skattar voru líka bara lækkaðar almennt á auðstéttina, skattbyrðin var færið yfir á verkafólk og náttúrulega með auknu þrælahaldi þá er líka eitt að auka hagnað. Þannig að já, fasismin er svona yfirstéttin, ykkur ákveðnar kapitalískar yfirstéttir að finna sér bara ofbeldismenn sem þeir geta komið fyrir í valdastöðum til þess að kremja niður vinnandi fólk. Já. Og þetta er þróun sem er vegna þess að hagnaðurinn í samfélaginu, þetta er svona kjarni inn í Marx að hagnaðurinn það er alltaf offramleiðsla og það endar alltaf þannig að verkamenn geta ekki keypt það sem er framleiða og þá ertu komið allt og mikið af vöru sem situr bara að það er ekki verið að kaupa og þá þess vegna leitar hagnaðurinn alltaf niður á við og það er reynt að bjarga því með alls konar aðferðum. Ein aðferðin sem við höfum séð sem hefur virkað, það er sósíalismin. Kjarnin í fasismannum er að þau í rauninni búa til það sem ég kalla láglauna lögregluríki til þess að reyna, það eru þessar mótsagnir innan kapitalismans sem að þau ná ekki að sigrast á með því öðruvísi en að
þessi að taka auðin af auðmönnunum sko. En þú sér það að nasistum þá eru þeir alveg látni vera þessir auðmenn og þeir fá sponsið sko. Og það er almenningur sem fara að gjalda og það er mjög svipuð svona þróun kannski svona aðeins mýkri sem að eiga sér í stað hér eftir 2008 og svona, það er alltaf að neoliberal hagfræðin, það er sama en svo fyrir að koma inn þetta lögregluríki eins og við sjáum í dag þá svolítið í dag lögga fara að leika sér með svona hryðjuverkalög og slíkt og það boðar ekki gott og að valdefla til dæmis ríkisáttasemjara þetta svona partur af þessu að taka burt sjálfstæða samningsstöðu verkafólks og verkalýðsfélaga þeirra. Þannig hefur fasismin orðið, þetta var líka svona á Ítalíu, þá voru risa samvinnuhreyfingar, Mussolini var fenginn af kapitalistunum til þess að berja niður samvinnuhreyfingarnar og verkalýðsfólkið og svo framvegis og svo grættu þeir á því. En það er eitt í þessu sem er gríðarlega mikilvægt og tengist þessari ferð þinni til Rússlands er að fasismi innan vestrænu ríkjana birtist í Mussolini og Hitler en heimsvaldastefnan, vesturlöndin gagnvart undiroka heiminum, þriðja og öðrum heiminum það hefur alltaf verið fasist. Já, það er alltaf verið sko, sumir hafa stundum talað að fasismin sé sko bara aðferðir heimsvaldastefnunar færðar heim þannig að þú út með þessa nýlendustefnu í Evrópu og víðar að það eru alltaf komið illa hræðilega fram við svartamannin, palestínumenn og fleiri sko en sumir hafa stundum talað að þær aðferðir eru færðar heim og það er verið að arðræna fólk með valdi og bara komplett kúin, þá ættu að koma með fasismann sko, og þannig svona hugmyndilafræðilegi rammin í kringum það að færa arðræni sem er svona harkalegt heim og reyna að keyra kerfið þannig áfram. Það eru þetta nýlendustefna hana mikil sem að Evrópa hefur haldið úti, þekkt breska heimsveldi, franska heimsveldi, spænska og slíkt, en heimsveldistefna bara síðan sko seinni heimsstyrjöld hefur mótast af hefur verið sko Bandaríkin og þetta rules-based world order sem stundum talað þess vegna er sionismin ennþá til og þetta snýst allt að hafa valdið þessum siglingaleiðum, stjórna auðlindum og slíkt en þetta getur ekki annað en leitt til stríðs alltaf, að heimsvaldastefna þýðir bara eilífsstríð og nú stemningin svolítið, eða hvað maður að segja skilningurum bara á þessu hérna heima er ekki alveg svona á nógu góðu stíði finnst mér, að til dæmis að Illugi Jökulsson á Facebook daginn, hann sagði að Rússland væri grimmasta nýlendu veldi 21. aldarinnar og þetta er bara ótrúlegt að segja svona sko. Ekki það að Rússar séu eitthvað fullkomnir alls ekki, þú veist en þú veist, höfum bara í huga núna til dæmis í Níger og Burkina Faso og Mali og þar hafa orðið byltingar þar sem að hermenn studdir af, og það er sannaðir studdir af fólkinu hafa kastað frökkunum út af því frakkanir eru ennþá að fá allt gullið þarna er að fá allt úranýmið og fólk er að vinna er bara að grafa með höndunum þú veist, og það er bara, þetta er ennþá svona í dag og í Nígeríu þar sem þau eru ennþá bara algjörlega undirokkuð og yfirstjættin þar er vinnveitt frökkum en þar var Shell til dæmis að menga árnar sem að risastóra svona deltas sem að fólk er búið að lifa í bara í þúsundur kynslaða og bara á fyrsta áratug 21. aldarinnar að þá voru þeir byrjaðir að vinna mikið að það voru að menga út allt og eðilega lífsviðurværi fólks og það reis upp bylting bara mótmæla alda gegn þessu en ríkisstjórn Nígeríu í samvinnu við Shell beitti bara grimmu hervaldi gegn mótmælendunum og það endaði þannig að þeir tóku þessa helstu höfuðbæra mótmælahreyfingarinnar og hengdu þá bara á torginu sko, þú veist bara public skilur við þannig að grimmasta nýlenduveldi 21. aldarinnar það er það sama nýlenduveldi og hefur alltaf verið og það er vestræn heimsvaldastefna, vestrænt kapital og þess vegna finnst mér þessi ráðstefna sem þú ert að fara á líka svona spennandi af því þarna ertu með BRICS-þjóðirnar, þú ert með þennan undirokaða heim sem að er núna að rísa upp í fyrsta, bara loksins, það er komið að því og viljum við Íslendingar bara sitja á hliðarlínu og standa með sko fasistunum sem hafa beitt sér gegn öllu þessu fólki í undirokaða heiminum og eru í auknum mæli að beita sér gegn okkur heima og hafa alltaf beitt sér gegn minnihlutahópum hérna heima og þetta eru þemun þarna á þessari ráðstefnu það er friður, það er sameiginleg framþróun í krafti friðar það er að virða fullveldi þjóða það eru alþjóðalög og svo framvegis. Já, hún snýst í raun það sko, það er kannski 3 aðalpunktar, það er friður
lýðræði og andstæða við heimsálfstefnuna. Að sko heimsálfstefna sem þetta að lifa vampírist á öðrum þjóðum með valdi og ofbeldi, sem þetta útskýra einfaldast þannig, að það í rauninni, 186 lönd sem taka þátt í þessu og núna það orðin ósköp stór meirihluti. Það var í rauninni svolítið mikið gert til þess að koma í veg fyrir að Íslendingar kæmust á þetta. Það var búið að reka rússneskar sendiherrann úr landi og hún Þórdís Kolbrún gerði það. Hún gerði mér það sérstaklega erfitt með því að komast. Ég þetta eyða meiri pening og það að eyða meiri tíma í þessa ferð vegna þess. Þú gast ekki fengið vegabréfsáritun og þarft að fljúga til Noregs. Já. Ég þarf að fara í sendiráð annar staðar. Þetta fullkomlega löglegt allt sem ég að gera. Og enga veginn ólöglegt að fara til Rússlands eða neitt, en það bara reynt að gera erfitt fyrir með svona auka löglegum aðferðum, ekstra líkar. Og nú finnst mér að við í Íslandi þetta standa fyrir bara mannréttindum og alþjóðalögum og við ættum bara að það sama á að gilda alla og við erum lítið land en við getum spilað frekar stórt hlutverk í því bara að vera svona með sterka siðferðiskennd og standa á því sem rétt og svona og láta það sama gilda alla. En bara pælum aðeins í því að við fáum minna Evrópuráðið hingað og Katrín Jakobsdóttir sem átti að vera gegn NATO að hún beiti sig fyrir því að fá að gera einhverja tjónarskýrslu á Rússa og svo þegar Ísraeli byrjaði að sprengja börnin á Palestínu og fólk í Palestínu í tætlur að þá sitjum við hjá og það er að því að utanríkisráðherra ákvað það og þegar ísraelska leyniþjónustan segir að UNRWA flóttamannaðstoð Sameinuðu þjóðanna í Palestínu séu að styðja einhverja hryðjuverkamenn eitthvað bara svona bull sem þeir hafa ekki sýnt neinar sannanir fram á fyrir að þá skerum við á flóttamannaðstoðina til Palestínu og erum að gerast samsegum þjóðamorð. Já, íslenska ríki núna í svolítið rugli Þeir eru bara búin að læsa okkur inn í NATO-geðveikra helnu. Það eru svona vissir aðal sem að vilja reyna það en fólk ekki sammála þessu ég held að það sé ósköpfáir Íslendingar sem standa með síónistunum í þjóðamorðinu á Gaza. Ég veit ekki, þú getur fundið einhverja ræður en þeir eru ekki margir og þá flestir heilaþegnir. En íslenska ríki virðist alltaf tala þessu máli, virðist vera svona bara sokkabrúður fyrir Bandaríkjamenn og NATO en það til þess að þetta breytist eitthvað og það fara að endurspegla svona eins og flest fólki á Íslandi líður að við erum Íslendingar eru frægir ferðalangar við tala að hafa fundið Ameríku uppgötvað Ameríku og svoleiðis ferðast út allan heim og við tölum við indjánana fyrstir hvítið mannana og svona að við getum átt í vinalegum tengslum við allan heiminn og svoleiðis við þurfum ekki endilega að vera að reka alltaf stefnu NATO sem að var nú aldrei kosið að ganga í. Sem smáþjóð þá það okkur í haga að reyna að tryggja svona réttmæti og getu alþjóðalagalega umhverfisins, alþjóða samfélagsins til þess að bregðast við. Okkar öryggi byggist á því að því sé fyllt og við sjáum það núna á Gaza og víðar. Núna erum við sem með í þessari blokk sem að hjálpa Bandaríkjamönnum sem búin að beita neitunarvaldi 3-4 sinnum gegn vopnahléi á Gaza að við erum búin að skipa okkur í þessari óbóðslega litlu fámennu blokk sem að ætlar að taka undir það og vera með í því bulli ætlum að loka okkur af frá restin af umheiminum sem núna að rísa upp og ætlum að vera með þessum brjálæðingum hreinlega. Það er svona allan plani hjá Bjarni Ben. Þetta er náttúrulega ekki, þjóðin er aldrei spurð. Bjarni Ben spurði ekki eins og ríkisstjórnina þegar hann skar á flóttamannaðstoðina. Nei, akkurat. En Kristinn Hannesson, þú ert að fara í flug og við erum að fara upp á Keflavíkurflugvöll og ég held ég sé nú alls ekki einn það að óska þér góðsgengis þarna úti í Rússlandi og ég vonast þess að heyra aðeins frá þér bara þegar þú ert þarna úti. Það væri gaman að heyra frá fólki alls staðar að úr heiminum. Gangi þér æðislega vel. Æðislega, takk að kella fyrir. Takk fyrir komuna. Takk.